En ég heiti Snorri Már Skúlason og ætla sem sé á næstu örfáum mínútum að vekja athygli ykkar á þessari síðu volunteering.is sem að fór í loftið formlega núna í byrjun þessa árs og við erum með henni að svona vekja athygli þess unga fólk sem að hefur í hyggju að koma hingað til lands og vinna. Hvernig íslenskur vinnumarkaður í rauninni virkar og hvað má og hvað má ekki. Aðeins kannski að svona tilurð þessa hugmyndin kom upp á miðstjórnarfundi, ég held að það hafi verið í mars í fyrra, að Sverrir Albertsson nefndi þessa hugmynd að við Alþýðusambandið þyrfti að standa fyrir einhvers konar vefsíðu eða einhvers konar vekja athygli á því gagnvart ungu erlendu fólki sem að hingað hefur áhuga að koma að vinna. Eins og ég sagði áðan, hvað má og hvað má ekki og mér finnst þetta flott hugmynd hjá Sverri og setti strax svona þanga í gang og fór að viða að mér efni með meðal annars aðstoð Drafnar Haraldsdóttur sem var starfsmaður hjá ASÍ í fyrra og var í vinnustaðaeftirlitinu og í verkefninu Einn réttur ekkert svindl og svona fram á sumar þá vorum við svona að viða á okkur efni í þetta og svo með haustinu þá fékk ég Halldór Grönvold til þess að svona ritrýna það sem að ég var búinn að setja upp og hann kom með margar gagnlegar ábendingar og viðbætur sem að nýttust mjög vel við gerð þessarar vefsíðu. Nú hugmyndafræðin í sjálfu sér einföld og gekk út á það að vera með einföld og skýr skilaboð og við sjáum hér á efst á síðunni, þetta eru 3 efnisflokkar sem að við teflum hérna fram uppi. Work in Iceland, Collective Agreements og Volunteering og þetta eru svona stef sem að styðja við þau skilaboð sem að við vildum koma á framfæri og þau eru þau að það sé ekki leyfilegt nema í algjörum undantekningatilvikum að starfa sem sjálfboðaliði á Íslandi. Það að koma hingað og vinna sem sjálfboðaliði þiggja ekki umsamin laun ekkert annað en undirboð á vinnumarkaði og er ekki ásættanlegt og verður ekki látið viðgangast. Og við sjáum hér, ef við skrólum hérna niður að þetta svona stefið á síðunni, stuttar setningar og svo hægt að lesa auðvitað meira. Og ég ætla svo sem ekki að fara í að lesa alla vefsíðuna fyrir ykkur. Ég treysti því að þið hafi skoðað hana eða muni gera það í framhaldi af þessu litla erindi. En það sem sé bannað á Íslandi að starfa sem sjálfboðaliði nema í þessum undantekningatilvikum sem að snýr að mannúðarmálum, svona einhvers konar góðgerðarmálum og menningarmálum. Og þá getur menn spurt, ja, hvað áttu við með því að mannúðarmál? Það eins og svona afmörkuð vinna fyrir Rauða krossin eða Landsbjörg og í menningarhlutanum þá má minnast á verkefni sem átti sér stað á Vestfjörðum fyrir ekki svo löngu síðan þegar að erlent fólk kom hingað til þess að vinna að viðgerð á listaverkunum sem að Samúel í Selárdal hafði reist á sínum tíma. Það var eitthvað sem eitthvað fyrirtæki var ekki að fara að vinna en þarna var hópur fólk sem að hafði áhuga á verndun þessara verka og gekk í það starf í sjálfboðavinnu og það syns ég það taldist og telst ásættanlegt en svo verður auðvitað að leggja mat á það í hverju tilviki fyrir sig hvað má og hvað má ekki en stóru skilaboðin eru í rauninni þessi
að sjálfboðaliða vinna ekki accepteruð á Íslandi og þessir flokkar sem ég nefndi hérna eftir, þetta er í rauninni má segja bara ítarefni við þessa staðreynd sem við erum að halda á lofti. Skilaboðin eru sem sé skýr og einföld og hér sjáum við það ef við förum inn í kaflan hérna Work in Iceland að hér erum við svona að undirbyggja það sem við erum að segja þarna á forsíðunni og hér er svo alls konar upplýsingar og ítarefni kjarasamninga og svo í rauninni er þriðji liðurinn sjálfboðaliðastarf og hér er yfirlýsing sem að ASÍ og SA sendu frá sér fyrir ekki löngu síðan sjálfboðaliðastarf. Þannig að þetta er sem sé það sem við erum að gera með þessari vefsíðu. Kjarasamningar eru lágmarksréttindi, ráðningarsamningar sem sýna lægri laun eða lakari réttindi en kjarasamningar, þeir eru ógildir, við tökum ekki mark á slíku og ef þú ert að vinna á Íslandi þá tekur þú laun eins og þið tíðkast á íslenskum vinnumarkaði. Þetta er í rauninni það sem við erum að segja á þessari síðu og svo erum við með þetta fína Íslandskort neðst þar sem að við bendum á stéttarfélögin á því landsvæði sem viðkomandi hefur áhuga á að starfa á að hafi viðkomandi einhverjar frekari spurningar eða þarf upplýsingar að þá leiti hann til ykkar í stéttarfélögunum. Nú, kynningin á þessari síðu, hún er auðvitað töluvert frábrugðin því sem að við erum vön að gera þegar við erum að setja eitthvað svona í loftið því að markhópurinn er ekki á Íslandi og þess vegna förum við þá leið að nota svo kallaðar Google AdWords auglýsingar eða Google Display Network. Þetta er ýmist hvað þetta er kallað, en við sem sé targeterum ungt fólk í Vestur-Evrópu og á austurströnd Bandaríkjanna og í Kanada. Og þetta er þá ungt fólk á aldrinum 20 til 35 ára sem hefur áhuga á Íslandi og ég tala nú ef það hefur googlað einhvers staðar Work in Iceland eða annað slíkt og hinn Norðurlöndin falla reyndar undir þetta ef þessir einstaklingar hafa áhuga á Norðurlöndunum sem heild þá detta þessar auglýsingar inn á þeirra síðum og við byrjuðum þessa auglýsingaherferð núna í miðjan janúar og hún er strax farin að hafa áhrif. Ég hef fengið fyrirspurnir til dæmis frá Pólitíkin í Danmörku sem vildi að við færum að auglýsa sérstaklega hjá því ágæta blaði og við erum að fá svona núna í kringum 1000 heimsóknir á viku og þá fyrst og fremst erlendis frá og það er bara ágætis árangur held ég svona í byrjun en við munum og við erum að kosta, við erum líka með leitarkostanir þannig að ef einhver slær inn á Google Jobs in Iceland eða Work in Iceland eða Volunteering eða önnur álíka leitarorð þá poppar þessi síða ofarlega á listanum yfir frekari upplýsingar. Við erum einnig að auglýsa á Facebook þetta og það er það sama að hópurinn sem við erum að miða á, hann er í útlöndum þannig að við heima á Íslandi við verðum ekki svo mikið vör við þetta og ég meira þess að lenti sjálfur að ég ætlaði að athuga hvort að við værum ekki ofarlega á Google leitarvél og ég sló inn Job in Iceland en fékk síðuna ekki upp en þá þetta skýringin svo að ég er á Íslandi. Það eru fyrst og fremst fólk á þessum svæðum sem að ég nefndi áðan sem að fær þetta upp á sínum tölvum.
Nú, við munum halda eins og ég sagði þessari kynningu áfram fram á vorið, þessum kostuðu auglýsingum og kostuðu leit og svona sjá hvernig þetta virkar allt saman. En ég sendi ykkur vefborða daginn miðjan janúar, vefborða í ýmsum útgáfum og stærðum sem að þið getið þá sett á ykkar vefsíður og haft volunteering.is sem lendingarsíðuna. Ef einhver hefur ekki fengið slíkan vefborða þá endilega sendiði mér tölvupóst, og eins ef þið hafið einhverjar ábendingar eða spurningar þá best að fá slíkt í gegnum tölvupóst, og ég með snorrimaurat@asi.is. En ég held að ég sé ekki að hafa þetta mikið lengra. Það langbest að þið bara svona fiktið ykkur í gegnum síðuna og svona, hún mjög einföld og hún ekki djúp, eða þarf að segja þetta ekki flókið veftré. Þetta eru fyrst og fremst þessir 3 flokkar sem ég nefndi áðan, og svo hægt að lesa hér nánar á forsíðunni þessi lykilatriði sem við teflum fram.